Hey, it's your boy Gulli. Þú vanlundar bara þú sá einn. Mér alveg sama, sko. Einu sem er basically óþægilegt. Er að það sem ég að hugsa er að þegar ég stundum að klóra mér í nefinu eða basically klóra mér í nefinu eða laga pungin eða eitthvað þannig dæmi að ef það eru tveir í mynd þá er miklu ólíklegra að þá er þetta að klippa yfir og ekki það, ég hef aldrei sendt eitthvað á the dude sem eitthvað að taka þáttinn eitthvað hey, by the way, hérna á sekundu mínútu 13 sekundu 27 ertu til að taka út þar sem ég laga pungin en sagði mér eitt hérna var að laga pungin já. Lyktir ekki alltaf á puttunum bara til að checka what's up nei, alls ekki, þetta er stúpid sem ég fucking heit fyrsta lagi þá er ég í gallabuxum og ég er í nærbuxum þetta er bara að gera niður til að gera það og það væri líka bara ef ég væri á eitthvað mögulegan hátt að halda að það væri lykt þegar ég var að grípa í pung ég er bara þannig svitari, ég er ekki með eitt veistu hvað ég tala um, þetta er svona litla, allir gaurar kannast við og pýrur eru pottið með eitthvað taka nærbuxuna úr rassinum með eitthvað að hérna, þetta er bara svona ef hann er búin að límast við lærið eða, hann bara er eitthvað skrítin á því skilur, maður er svona bara aðeins brettst upp á aðeins að hérna að laga herru, fyrir það sem er að spá í af hverju er í einni mynd staðan er bara þannig að Arnar er veikur hann er með raging diarrhea og komst ekki í þáttinn í dag þannig að við ákvaðum bara að skella ykkur samt í þetta halda áfram og tröður hérna, fá meira mér líka ég er að hugsa akkur settum við ekki bara stólinn og akkur kemur ekki bara ég held bara að ég var ekki með andlit myndi fríka eitthvað fólk út sko. ég veit að ef að fólk myndi sjá þar sem að margir sko sem eru að hlusta miskilja að þegar við erum að djóka með ásett ekki með andlit að þú ert ekki með andlit í alvörni já, ég sé ekki neitt það er bara slétt það er bara hérna og við erum að tala hefur ekki segna hvað heitir hann Slenderman eða eitthvað ég er basically Slenderman Ertu með myndaði? Ég er líkastur ég er basically bara svona nema ég er ekki í jakkafötum sem er alveg meira creepy sko ég er bara einhver street clothes herri, ég ætla að segja frá því ég var svo sko, tveir hlutir sem ég langa að fara yfir fyrsta lagi bara helgina ég var bara að eiga cozy family time helgina ég og öll börnin og þetta er eina vikuna er ég bara með Oliver yngsta af því ég á börn með svo mörgum já, ok og hina vikuna eru stelpunum mínar tvær April og Stella og þá koma og þá er full house skilur, þá eru 5 en þú ert samt með hvíld aðra hverju viku svona innan gæsla bara já, veistu hvað það var svo miklu meir ég er ekki ándjók, veistu hvað miklu meiri hvíld þegar við áttum ekki Oliver það var eiginlega sko bara svindl veistu hvað, það er svo maður á ekki að segja þetta upp á stundum var ég að segja að fólk bara ættu eiginlega sem ég bara break up til að fá þessa viku sko þú veist, ég átt að hugsa á þetta þetta er eitthvað verkefni sem fer aldrei neitt, skilur mig, og verður sem bara eldra og pirra út í þig og eitthvað svona nei, þetta er náttúrulega, sko það er eiginlega ekki að þetta lýsa sig fyrir fólki fyrir að maður eignast barn sem er bara að gefa þér eitthvað dýpri tilgang og í mínu keisi, dýrka en það var ógeðslega næs það hendaði bara nú eru aðrar áherslur en það hendaði lífstílnum alveg að í viku var maður bara foreldri bara geðvægt on point foreldri hina vikuna var ég bara barn sem vantaði foreldra, skilur en er það ekki geðvægt? Er það ekki besta sittið? Síðan verður maður samt kærlaus með það kærlaus það er bara það er bæðið betra, skilur síðan bara kemur barn og þetta er alltaf öðru jú, að eiga unga barn og vera í sambandi og vera alltaf með barn á heimilinu
það er aldrei frí. Fríið er vinna. Þú ferð, eins og núna er ég hér með þér og það er fríð. Okay, en ég er samt að setja, ég er að setja þetta upp eins og ég er bara eitthvað monster sem sé bara hann er mest að dúlla í heimi samt pínu hann reynir á stundum veistu hvað fólk er feimið við að segja það sökkar alveg jafn mikið að eiga barn og það er geðveikt já, ég kaupi það alveg eins og það allt í lífinu sökkar og er geðveikt maður það bara að stilla og maður má bara ekki fara að gera þetta of neikvæðum hlut það þarfst að embracea eins og auðvitað þurfti að breyta fullt af hlutum skilur, ég var bara 25 ára bara það var 25 ára já, 25 ára eitthvað að píka sem rappari á, og ég er búin að ná öllum mínum markmiðum, skilur, að vera eitthvað rappstætt á Íslandi, skilur, eins fucking grilla markmið og það er bara lifandi einhverju kærleis lífstíl og bara mikið að djama og bara svo til hádegis síðan kemur baby og það breytist allt og maður verður bara embracea, maður þarf líka að gera bara í staðin fyrir að vinna eins í leiðileg og gerur bara vinna eins skemmtilega þú bara, gerir þetta task bara, eða þetta verkefni bara þetta er bara svona perspektíf, verður það þannig ég bara hvernig þú horfir á hlutina þú getur, eins og ég vaknaði kl. 7 morgun og ég hefði geta verið bara ég vaknaði kl. 7 og verið gett fúll með það eða verið bara, hey, fuck, nice vakna 7 í allan daginn eftir ég skilji, má ég spyrja einu varandi að vera pappi ég heyr alltaf að svona nokkar í kringum sem við hefum börn og bla bla og þá eru börnir alltaf með æði fyrir ykkur Hvolpasveitin, Teletubbies eitthvað svona dæmi og þau komum alltaf þau er bara, wow, ef ég sé einn þátt af Hvolpasveitin enn þá trillist ég og ég hugsa bara, þú veist, nummer 1, hvað er þetta margir svona þættir og eru þeir alltaf að horfa sömu þættina aftur og eftir? Veistu hvað ég er að batla við núna? Nei. Og þetta kemur inn á þetta. Það er að sko, fyrst er að ég er algjör nasisti heima, ég er eitthvað að reyna, ég er svo mikið að vera bara, nei, við horfum á línulögdagskrá. Við horfum á teiknumyndir í sjó... Nei, að því að mér finnst, ég er að gefa þeim eitthvað x tíma og við vöknum helgar og barnefni byrjar kl. 7:15 eða eitthvað. Ég er ennþá bara barnefni á Stöð 2 og Afi og eitthvað svona. Já, veistu hvað er frábært við barnefni? Hvað? Það er að barnefnið, það er alveg auglýsingafrjálst. Það er bara straight up tími, skilur, frá 7:15 til 11 eða eitthvað. Engar auglýsingar, ekkert áreiti, nema auðvitað bara barnefnið, skilur, sem er með þokkalega mikið áreiti fyrir okkur. Þannig að ég er svo mikið að því þau eru alltaf við viljum horfa á þetta og ég á eitthvað furðulegan hátt er ég líka að reyna að finna eitthvað sem þú vilt horfa með nei. Jú, nei það sem ég er að reyna að gera er bara sem ógeðslega grillu leið eitthvað að kenna þeim barnaefni er bara að þú getur ekki alltaf valið hvað þú vilt gera ég varst að reyna að blekkja þig og þetta komast það eftir svona 2 ár Nei, og þau eru Pabbi, hvað getur þú að valið á YouTube? Þau vit, sko, ég leiði þeim ekki að vera á YouTube nema bara, ég er að horfa á skjáin En elsta veistu hvað poppar upp þegar ég er á YouTube? Hva? Það er bara eitthvað samherja-vídeó, bara eitthvað samherja-conspiracy, bara eitthvað hata á hefur þið séð þetta? Já, ég sé þetta. Það er bara Hvolpasveit og síðan kemur bara Helgi Seljan er nasisti. Eru sérst þessar auglýsingar í barnefninu? Já, sko, það er eitthvað vel framheila skemmt eintak sem er í markasteldinni á Samherja. En bara gerir ekki náðan bara þau eru ung? Nei, það sem hann er að gera, hann er bara það sem hann kann, í staðinn fyrir að fara og eyða öllum þessum viðbjóðslega blóðpenning sem þetta fyrirtæki á og ráða inn einhvern ungan og feskan, þá er bara einhvern gamall kall sem er bara að bústa upp einhverjar Facebook-auglýsingar og þetta ratar ofta vitlausa staði og þeir eru bara búin að, þú veist, gaurinn kann greinilega ekkert að targeta og eru búin að auðvitað vill Samherji ekkert fá á sig það vonda umtal að þeir séu að targeta barnaefni. Skilur þú? Já, ég skil góð við, en ég held samt að Samherji sé alveg saman. Ég held að þeir hljóta að vera aðeins klókar en þetta, skilur þú? Þeir eru pieces of shit. En ef ég verið þér, þá myndi ég gera þetta. Shit, en þeir eru samt sem áður hljóta
vel markasett piece of shit virka langt best, skilur við? Þú veist, ég er sammála, þetta er ekkert eitthvað besta plan í heimi að hérna herja á 30 ára börn, sko. Ég hef alltaf miklu meira dáðust af hægri pólitík, sko, svona, hvernig hún er markasett. að það er alltaf svona siðlausari markasetning, skilur við? Hvað áttu við? Veistu hvað er það? Það er bara, það er bara meiri peningur og bara flottari jakkaföt og á meðan hitt er bara, þú veist, oft getur komið svona sixpensar stemming í gang í vinstri hliðina. Þú veist, ég og bara, veit sorry, veist, hvor er meira marktakur og nú endurspeglar þetta ekkert hvað mér finnst, en hvor er meira marktakur, einhver gaur með ullar sixpensara sem er bara eitthvað svona, eins og svona Siggi Sigurjóns í Spaugstofunni eða bara einhver gaur bara í einhverjum crisp bara einhvern fucking crisp aðsniðnum jakka, skilur við? Sko, það er ég getur ímyndað að vera 14 ára gaur og þú er svona... Ég var 14 ára gaur. Já, og þú veist ekki hvað fótinn átt að stíga og þú ert eitthvað, ég veit ekki hver ég er og ég er með ógeðslega mikið bólum og lífið mitt er skrítið og þú sér bara eitthvað svona ungir sjálfstæðismenn kampæns herrferð, bara, kottu til okkar, veistu hvað er næst okkur? Þú veist, þeir náðu mér á sínum tíma, ég náttúrulega var bara, þú veist, mér dreymdum að vera eitthvað svona jakkaðatækja. Já. Dreymaði ekki lengur. Mér aldrei, ég veit ekki af hverju, bara aldrei. Veist, hefur ekki hugmynd af hverju. Getur verið að vera rappari sem var 12 ára. Getur verið að þetta. Já, auðvitað, en ég meina, þú veist, það voru alveg, rappers voru alveg suiting up, skilur við. Ekki svölurapparnir, mér varst alltaf svo glataðar að fólk var í jakkaföt. Jay-Z í jakkafötum. Já, hann fór samt í jakkaföt, skilur, eftir að hann var milljónamæringur, skilur. Já. Er það ekki? Jú, 100%. Jú, þessu ímyndin, það hefur bara aldrei, mér fannst alltaf miklu meira ímyndin bara, rifnar gallabuxur, bara rifnar reyndar, það er meira skate dæmi, bara rifnar gallabuxur, bara, eitthvað fresh keðja og bara eitthvað svona careless lifestyle, hefur alltaf heitlað mig meira heldur en að vera eitthvað með eitthvað Louis Vuitton belti, sko. Já, ég ætla að spyrja eitt en það með Jay-Z. Veistu hvað, sorry, ég ætla að draga þetta tilbaka, veistu hvað þetta hljómaði eins og ég var að drulla yfir? Hvað? Þetta hljómaði svo mikið eins og ég var að drulla yfir eins og beltatískuna sem er í gangi núna. Við vorum að gera allt aðra hluti, það voru öðruvísi áherslur, en það var alveg jafn mikið allir með eitthvað hræðilegt billabongbelti sem lafði svona hálft. Já, það er að koma aftur, vissu það? Já, 66 beltin eru núna svona lafandi niður. Af hverju hata ég allt sem lafi niður? Ég þóla ekki keðjur, heldur. Þóla ekki keðjur? Nei. Ég er alltaf með keðjur. Þú ert með keðjur? Þú ert alltaf með keðjur? Bro, ég er ekki að tala um chain, ég er að tala um chain, þú veist, lekandi af gallabuxuna, sem er eitthvað svona til að passa veski. Ég átti einhvern tímann samræði við Frosta og Loga í Harmageddon og ég var að segja að þeir gæti ekki komið með skoðun. Frosta og Loga? Frosta og Mána. Já, ok. Hvað, hefur ekki heyrt Loga? Nei, ég átti að spæða, hvað er það breytast? Nei, ég átti þeir voru að drulla yfir, Yeezys. Og þú veist, jú, hafðu þína skoðun á Yeezys, en sorry, og ef þú ert með lafandi keðju, að þeir eru báðið með veski með lafandi keðju, máttu hafa skoðun á alls konar hlutum, þú getur eiginlega ekki haft skoðun á tísku unga fólksins ef þú ert með lafandi keðju. Lafandi keðja er eins og ég væri ennþá að reyna að vera með hár. Það væri reynda bara, það væri í rauninni ennþá eins og þú væri bara í... Lafandi keðja er... Eins og væri í, þú veist, eitthvað sem ég skóm. Já, lafandi keðja er eins og ég væri ennþá í DC-skónum mínum. Já, DC-skór. Gömlu DC-skór. Hlungaskónum. Ósæris-skóm, frekar. Já, Ósæris, já, ég meina það. Ósæris gömlu skateskótnir í Ég verð að sjá hvernig lít út. Þeir voru chunky. Og veistu hvað svo fyndi? Einu sinni notaði ég buks. Þetta er ræðið. Já, nákvæmlega. Ég er okkar aldrei Ósæris. Mér finnst alltaf eitthvað vekkmerkir. Já, ég held að ég hafi tekið prófa að skrifa Ósæris skate shoes af því þetta er eitthvað Nei, maður var alltaf bara í ykkur Nei, skrifa skate shoes það voru Ósæris skate shoes, sjáðu Já, þessir, já hérna, oh my god þessum hérna
Nei, þú veist, þetta er eitthvað Þetta var það er samt eitthvað sem gæti verið aftur núna. Manstu þetta Hlynur Smellur? Já, Hann var í þessu sko 100%. Hann var alltaf í svona sko Vampírus. Já Hlynur Smellur var Já, en heyrðu, allavega, við erum komin svo langt út af leið á því sem ég ætlaði að tala um, sko. Ok, fyrirgeðu, hvað með það? Og hérna, bæði veginn, ég með aldrei Var ekki ánægður að það er ekki hægt að klippa á Já, með aldrei jafn mikið klæja í nefið eins og þegar ég er einn í mynd. Nei, það sem ég ætla að segja er að ég fór í Rush. Trampolíndæmið Já. Ok Og ég semst panta á netinu og fyrir gegnum eitthvað svona check-out dæmi og maður þarf að velja nákvæmlega, og ég var eitthvað, ég verið 90 mínútur og 60 mínútur og ég ákvað að vera 60 mínútur en ég vissi samt að ég er eitthvað fúll að vera ekki 90 mínútur. Já, ég skila mjög vel. Herðu, mjög spenntur, aldrei farað þangað og ég kaupi fyrir mig, ég kaupi fyrir Jónu, ég kaupi fyrir Stellu, ég kaupi fyrir April og ég kaupi sokka fyrir alla. Hvað þarf það að vera einhvern sérstökum sokk? Já, ég reyndi þurfti að kaupa sokka fyrir mig og Jófinu, stelpunnar áttu svona sokka síðast. Þetta er eitthvað sokkar með gripi svo getur hlaupið upp úr öllum grifjónum eitthvað, veist. Já, þess að upsell. Veist, hvað segir, upsell? Já, bara að bæta á þig. Já, basically. Vantaði líka eitthvað svona svitaband eða eitthvað. Þetta er bara bull. Þetta er bara, þessi sokkar eru. Sokkar. Já, en þeir eru samt, þetta er svona eins og unga börn er í. Þú veist, með gripi undir. En ertu ekki trættu, þú getur þá ekki slæta á gólfinu? Ekki neitt. Þú getur bara brjóta ökklana bara. Já, nema þú ert ekki að slæta á trampolínu. Nei, ég veit, en ef þú getur ekki, þetta er ekki civilian sokkar, þú mátt ekki vera í þeim bara á parkettinu. Nei, ef þú myndir vera, ég samt alveg hugsaði að svona sokkar, ég gæti alveg vaknað, farið í svona sokka. Og lifa af, eða sérst. Já, líka bara, væri bara drullu gott grip, skilur við. Ef þú myndir kasta einhverju tíminn í eitthvað, þú veist, þá gæti ég bara. En ertu ekki þrættur að festast ómikið og svona öklinn tóknar eða eitthvað? Jú, þú veist, ég var í svona sokkum í fucking 10 mínútur, hvað meinar, skilur, ég náði ekki eins og að fara það langt. En ok, þið voru allir sokkum, við erum komin að það. Rush er þannig að þú lappar inn og þetta er svo offensive mikið bólurinn, skilur, þetta er í útkvarfi og ég er alltaf orðin ég er með 5 ára fjölskyldu þannig ég get ekki lengur verið eitthvað ég tek bara þátt í svona dóti og ég hef gaman að því en þetta er basically risastórt, grátt motherfucking vöruhús og það sem er verið að spila í græjunum og það græjur út og þetta er sunnudegi klukkan 2 sem ég fer og það er bara yndislega auja það er bara fyrsta sem það er bara þjóðutöðalag Ingús í Veðurguðunum er bara í fucking balasti þegar ég verður á lappinn þannig að ég fer inn með það á heilanum þjóðutöðalag og ég fer inn og veistu hvað ég borga? Veistu hvað ég fucking borga? Erum við að fara að reyna að fá spons for us? Nei, fuck it. Borga 12.800 kall. Held ég. Getur þú flættið upp? Ég held ég að borga 12.800 kall. Átti gjafabréf fyrir einum eða eitthvað. Þetta var allavega offensive gjald. En ég var alveg, hey, fuck it maður. Það er bara, er ekki eins og maður sé eitthvað mikið að fara út. Og ég er alveg til að, og líka bara, þetta gleður stelpunnar svo ógeðslega mikið. Já, þetta er sko, þú ert að borga 2.600 á mannin, svo þú ert að kaupa trampolínsokk á 400 krónur. Já, sem er, svo, já, það er siðlaust. Það er siðlaust. En má maður ekki verið venjulegum sokkum? Mér finnst, veistu hvað, mér finnst mest sikku þetta. Nei, það mátt ekki verið venjulegum sokkum. Þarft að fara í svona sokkum? Já, verður að fara í þessu sokka. Trampolínsokk, ok. Held ég, kannski þarf ekki að kaupa sokka. Kannski var ég bara að kaupa óvart þessu sokka. Það stendur ekki neins þar. Þú verður að vera í svona sokkum. Það voru allir í svona sokkum. Og síðan er bara annað. Ég er að borga 2.800, þá vil ég fá að gista þar. Með að eitthvað hótelkost í dag? Ég borga 2.800, ég raun og verið að borga 3.200. Ég vil fá fæ ég að leggja mig? Eða hvað fæ ég að vera lengi? Er pizza innifalinn eða eitthvað? Skilur, akkur er ég að borga fucking 3.200. Herru, síðan kem ég inn og þetta er, ef ég svona,
ímyndum okkur núna að við séum dróni eitthvað svona geðveik gryfja þar sem þú getur farið svona stöng í einvíi með púðum Já, og hliðin á er svona þrautabraut fyrir krakka, Wipeout, já, nákvæmlega þannig dót. Þar hliðin á eru, þú veist, 16 trampolín eða eitthvað, öll svona hlið við hlið og veggirnir eru trampolín líka. Okay. Það er karfa sem þú getur hækkað, svona upp og niður, þar sem þú getur tróðið. Okay. Það er ein risagrifja, þar sem þú getur svona leikið bara að hoppa on á, svona hver, þú veist, til dæmis leikurinn sem ég fór í yfir sjálfa mig fullorðinn var hver ætti nettast að dauðan. Og síðan er svona stór róla sem þú getur haldið, róla með höndunum og getur sveiflaðir og sleftir út á svona drasl og síðan er svona performance trampolín sem er basically svona mega professional trampolín með mismunandi hæðum aftóti. Okay. Þá hefur ekki séð þeirra gauðra svona hoppa upp á vegg, láta sér detta niður á bakið, hoppa aftur upp, láta sér detta niður. Já, ok, og verður maður ekki að vera með eitthvað, þú veist, skiltin eða eitthvað? Nei, þú þarfst að vera orðin 10 ára. Hljóma ekki eitthvað hættuleg. Þú þarfst að vera, já, ok, þú þarfst að vera orðin 10 ára til að Ertu orðin 10 ára? Já. Ok. Já, mér finnst þú ættir, fyrsta lagi ættir að þurfa að taka fokkin próf. Fyrsta lagi mátt ekki neitt frá 10 ára. Nei. Fyrst mér. En hér kemur þetta, ok, algjör seller, skilurðu, ef þú myndir segja þetta við mig, þá væri ég alveg, fuck já, 3 og 2, bara skiptir engum máli. Það voru svona 320 bönnana. Það var barn í barn. Það voru börn. Er það ekki hættulegt? Það er náttúrulega starfsmenn út allt og þetta er alveg safe. Ég ætla ekki að taka þetta að þeim og ég ætla að taka það fram, þetta er ógeðslega gaman fyrir börn. Þau voru og bara svona. Já, ég glemdi að segja, það er líka klifurveggur sem á ferð í belti og getur svona, það er allt hugsað fyrir börn. En það var enginn að segja við mig í afgreiðslinu bara, já, hei, by the way, þó að sérst að borga hérna 6 og 4 fyrir því á kærastuna hérna, þá er svona alveg mjög ólíklegt að ég komast að það er svo ógeðslega mikið af börnum. Þetta er versta martrömi, en hvað, er semst ekki COVID í röss? Börn er ekki með COVID, börn er ekki talin með. En varst þú með grímu? Já, með grímu. Nei, inn í röss? Já, maður. Nei. Já, með motherfucking grímu. Það hlýtur að skemmt upplifuna. Ok, nú ætlum ég að fara yfir hlutina og bara í dítelum hvað ég var að gera hana. Fyrst fer ég bara á, ég er bara alltaf confused að því ég sé að það eru mjög fáir foreldrar að stökkva líka. Þannig að þetta eru kannski, ég er ekki að grínast, þetta eru, ef að segja að hafi verið 100 foreldrar hana, sem bæði var, ég skil ekki heldur, akkur á máttu vera, það voru ógeðslega margir, örugglega eitthvað x-margir inn á saman tíma, pottet búið að hugsa fyrir þessu, bla, ekki mitt að hugsa um. Nei, ef allir voru með grímur, þá var þetta alltaf lagi. Og allir með grímur. Herri, og ég fer hann inn og ég er svona eitthvað, byrjar að hoppa tramlinu og ég sé að það eru kannski 3 foreldrar í svona sokkum. Og ég er bara, fuck it, ég var að borga 6 og 4, ég er að fara, 100% sammála. Og ég hef klukkutíma til að hafa ógeðslega gaman. Bara mínútuna að tikka burt. Þannig ég fer bara í röðina í að tróða körfuboltanum með 2 gaurum sem 6 ára, skilur. Síðan eru þeir bara að tróða og síðan ég tróða ógeðslega gaman. Og síðan er einhvern veginn, fer ég að hoppa af þarna stóra pallinum og ég fatt að ég er eitthvað, búin að tína jófinu og krökkunum, þannig ég er bara eitthvað einn að hoppa onni, sem er, ég er bókstaflega einn í leik að hoppa onni. Okay, og síðan eitthvað, sé ég stelpunar að hoppa og bla bla bla. Herru, síðan eru 2 punktar sem að voru svo hræðilegir í þessari ferð. Það var annars vegar þegar ég fór á performance trampolínið og stelpunum mín er alltaf 9 ára og 9 ára og 5 ára. Og það voru mig og við fara, nei, þetta verið the big boys. Og ég fyrir að hoppa á svona trampolíni og með einhverjum geðsjúkum erfileikum næ ég að hoppa á hana trampolíni og upp á svona risastóran vegg sem eru 3 metrar eða eitthvað. Og það segir eitt gaur sem er svona 10 ára, hann var eitthvað, dude, það er það fucking smooth hjá þér. Og ég var alveg, I know. Þannig ég ætlaði að vera ógeðslega smooth og hoppaði niður á veggnum og á trampolínið og veistu hvað gerðist? Ég bara lenti
og síðan ég hrundi saman bara eins og bara eins og harmonika. Hvað helst það myndi gera? Ég held bara að ég myndi skoppa aftur upp og bara hoppa aftur upp á vegginu svo ég geri í YouTube-vídeónum, en það sem gerist bara að leið og fæturnar á mig snerta á sekundubrótinu sem að iljarnar á mig snertu trampolínið voru hnén á mér inn í lungunum á mér. Ég bara og ég fekk tilfinningu sem ég ekki fengi sem ég var lítill. Sem basically að ég fekk svona að missa andan. Þannig ég lendi hana og fyrir til hliðar og eitthvað skammast mín ógeðslega mikið og stelpunar eitthvað, allt í lagi og hræðilegt eitthvað 5 ára dóttiðin að tjekka hvort sé í lagi með að því ég hélt í smástund bara, það sprakk eitthvað, skilur það sprakk örugglega eitthvað inn í mér. Nú þarf ég bara að fara bara á spítala. Síðan erum við að fara út og leiðinu út þá ákveði ég að fara að keppa við Jófunu í það svona stöngin. Já, með Darth Maul dæmið. Já. Og það sem þú ert með svona púða og það er svona enví og svo sem dettur niður, hann tapar. Og ég fer upp á þetta og það eru 2 gaurar. Ég sé þeir eru búin að vera allir lengi. Og ég fer í röð og bíð og ég sé annar gaurinn horfur á mig og þetta var svona án þess að skilgreina það, þetta var stórt 10 ára barn. Það var stórt 10 ára barn. Og hann horfir svona á mig, eitthvað, og heldur síðan bara áfram. Og ég er alveg, ok, þú veist, ég skilar þú sérst barn, skilur, ég skilar þú sérst barn, en ég borgaði fucking 6 og 4, skilur, það er bara eins gott að ég fá að gera líka. Stendan aðeins í viðbót, og hann lappar upp að mér, og gaurinn, hann svona, pyrrar, lappar upp að mér, og svona semji hendir púðanum í mig og segir, ég skil ekki okkur foreldrar með að hoppa líka. Ég skil ekki okkur foreldrar með að hoppa líka. Og sko mér langaði að segja, ég vildi ekki vera handtekinn, mér langaði að segja bara, bitch, þú lúkar þessu fucking foreldrar sjálfur. Geðvitt barnaleg kompa. Nei, og það, veistu hvað grillasta momentið er að vera 31 ás og hugsa hvaða comeback þú getur komið. Ég er ennþá jafnum á því að sko, út af ég sé svona vídeo á YouTube og gaurum að hoppa á trampolínu og eitthvað og við erum með trampolínu upp í bústað. Já. Þannig ég er alveg mikið ég er með reynsla á trampolínu, sko. En ekkert eitthvað performance trampoline, bara venjuleg trampolín. Og ég hef stundum lendi ég hoppa svolítið hátt og ég lendi í því sem þú lendir í, sem ég kalla the crushed can effect. Það sem að þú bara svona ég er ekki að grínast. Var það ekki bara svona? Þetta er bara, bara nákvæmlega, hefur lent í þessu. Þetta er þegar þú nærð ekki 3 metur samt, skilur, en ég hef lent í þessu. Ég er ekki að tóka. Ég hoppa, þetta er bara eins og, þú veist, séu bara toppin á svampnum, hærra en það, og ég hoppa niður og ég hélt í alveg, og bæði vegi. Gerðu engar ástafni, varst ekki eitthvað að spenna fætunar eða eitthvað? Nei, ég hugsa að ef ég myndi spenna fætunar, þá myndi það brotna aftur og bak. Ekki hugsaðu maður. Já, ég veit hvað það tala. Ég hugsaði að ég myndi spenna lappirnar. Ég var frekar til að deyja heldur en lendi því. Ég hugsaði bara að ég myndi spenna lappirnar, ég myndi læsa hnjánum og reyna að lenda. Pældu núna bara, ef þú myndir hoppa á steinsteipu úr 3 metra hæð, hvort myndir reyna að beygja lappirnar eða spenna hnján? Ég myndi alltaf beygja lappirnar, sko. Já, ok, býta eins, förum líka yfir þetta. En allavega, ég lendi þarna og einmitt kremst saman og veistu hvað vandræðlega þetta er? Það er svona replay-dot. Allt sem gerist á skjánum sést svona 20 sekundum eftir að gerist. Þannig að síðan voru, þú veist, sá ég, það voru 10 ára gaurar að horfa á skjánum eitthvað, skilur þau. Fucking vond. En ég hugsa, ef þú verður að hoppa niður af 3 metrar á stéttina, hvað myndir þú velja þér að falla á? Ef ég var að hoppa 3 metrur niður á stétt. Þú bara ert núna, þú ert í lausu lofti, þú getur ekki valið hvort þú sért að falla það ekki, en þú getur valið hvernig þú lendir. Ég myndi lenda á 4 metrar. Ok, ég myndi lenda á fótunum og reyna að fara svona kottnís. Myndir ekki það? Já. Þú veist, ég gerði þetta alveg eitthvað í Galanda, var að hoppa niður eitthvað svona sett, skilur. 4 metrar? Nei, ég segi það nú ekki, en fyrst þú hittir Daða og Davíð í skeitara, manstu eitthvað eftir að Daði ollaði niður svona kaskóvegginn
það var svona sjoppa í Breiðholti, svona rauðu veggur, hann var Já, örugglega 2,5 metri, 3 metrar Mhm. kannski, örugglega svona 2,5. Maður hoppaði það niður og það var alveg bara geðið högg og svona, en þá náði ég bara að dempa, beygja hnén, rassin niður og ef þetta verið mikið herri, ég myndi bara gera það sama. Hvað myndið þú gera? Lenda bara á öxlinni eða eitthvað? Já, öxlinni, held ég. Nei. Jú, öxlinni. En það er væntanlega meira fall, fattar það mig. Já, ég samt sko máli, ok, reyndar, þegar hún Ég myndi bara hoppa á hliðina. Þetta er sem myndi gerast. Já, svo innvortis blæðingar líka. Herru, já, ég var að pæla í þessu, að því að maður er alltaf að skeita og til dæmis bara hoppunur áttutröppunar sem er á Ingolstorgi sem er reyndar ekkert eitthvað það háar. En, Ertu búin að fara það nýlega? Það er virka bara eins og svona 40 cm. já, hvað eru lágar? Já, það eru langar. Það eru langar. Ég ólaði þær í sumar. Er það? Já. Ég fór aldrei niður 8 sko. En ef þú pælir hans í þessu, það detta á hjólabrætti, taktu bara hjólabrætti í burtu. Þetta er svona eins og að hlaupa á flegiferð og henda sér síðan bara á magan, skilur. Maður er að detta svo fucking illa. En ég, Maður er svona góður í að detta. Svona. já, en það er það sem maður fer í burtu með aldrinum. Þú veist, að því þegar maður var yngri, þá datt maður og maður gæti svona rúlla sér eitthvað og stundum er þess að hoppa upp bara svo eitthvað svona, svo, ég veit það ekki, bara svona ragdoll, skilur. Núna, þegar maður dettur á hjólabrætti, þá bara slamma maður á inniblinn. Ég Eða fær alltaf í sköpnum. ég fór að skeita bara um helgina síðast og ég datt einmitt, ég var bara að reyna eitthvað pínlítið trikk og ég datt framfyrir mig og datt á inniblinn og það var bara viðbjöður, skilur. En hvað varst að skeita? Er ekki alltaf kalt þess að skeita núna? Ég var inni, það er svona innipark. Hvað er loftkastalunum það? Nei, lokaði fyrir svona 20 árum. Herri, allavega, áfram. Ég er alltaf distracted hérna Röss er búið, síðan fórum við bara heim og Mér ákveð samt að koma eitt vanandi Röss, en hvað segir þið farið heim? já, það var bara búið, bara allir með njálk og þú veist bara Og allir sáttir bara. já, en þú veist, fyrir auðvitað náttúrulega að ég var smánaður af 10 ára gaur Mér finnst svo sem leit út fyrir að vera 36 ára og ég fekk innvortis blæðingar og varð eins og kókflaska, skilur, eða svona Kókdós. kókidós, Sko, ég ætlaði að fara í Röss, bara með engu botni, skilur. bara einn. Nei, ég segi það nú ekki, bara með félögum minn. Þegar þetta opnaði út af því að við ætlum í svona leigja hérna, það var svona trampolínsalur ekstra í Egilshöllinni og við vorum eitthvað konar að leigja það og það var bara svolítið dýrt og við vorum svona, og svo opnaði Röss. Ég var bara, næs, heyrðu, ef ekki fara bara, veljum helgina og hvað. Og svo fer ég hérna inn á röss.is og ég bara eitthvað, ok, ég er að skrá mig og hún segir eitthvað svona, heyrðu, en að fylla út hérna svona 30, þú veist, maður tekur svona, hvað sem að krossatest eða eitthvað. Já. Og ég beilaði þar út af því að ég horfði á þetta vídeo og þetta lúkar svo fucking scary maður. Það er bara allir að brjóta sig í þessu vídeo. Í þessu vídeo? Þetta er bara svona, ertu að passa þig? Þetta er vídeo, ég er ekki að djóka, þegar hérna, eftir ég var búin að meiða mig Sérðu það? Já, byrju, eftir ég var búin að meiða mig eins og þegar ég var eins og kókdós sem var búin að detta saman, Já. þá horfði ég á þetta vídeo sem að er sko, þetta vídeo er 5 mínútur og ég Bara 5 hugsaði mínútur af fólki að drepa sig. það eru svo þú veist bara eins og þetta að hoppa þreyttur einhver líkur og slysum ef þú ert þreyttur, taktu pásu og ekki hoppa á höndunum Sem brotin hendi. já, ekki klifra á veggjónum og öskra málið, það voru svo margar reglur engin slagsmál engin slagsmál allavega Já. um, Þetta, en þarna enda röstferði mín. Ég bara sá þetta allt og allir að brjóta sig og ég man eftir að ég var að brjóta mig í gamla dag í hjólabretti og ég bara fuck this. en ég held sko ef ég myndi fara aftur Ef. já, Við fyrir með After Dark, ekki sant? já, þegar ég fer aftur Já, fyrir með Að After Dark og skilum börnum þetta heima. já, það sem er mér langar, já, ég væri til að fara það annarkvæmst bara mánudegi klukkan 2 þegar börn eru í leikskólanum og skóla Mér finnst þetta ekki já, ok, mér finnst þetta enginn verið að gera neitt klukkan 2 þó að sé skólaðar og vinna og eitthvað svona. Mér finnst alltaf fullt af fólki alls þar. finnst þér ekki maður fyrir sund kannski og ég hugsa, ég er alltaf eiginhagsmunarsakur, skilur, ég hugsa bara, ég er Eins og allir. já, þú veist, ég er í þannig vinnu, þú veist, ég er rappari, skilur ég
ég get farið sund hvernig sem sérstaklega ef að börnin einhvers staðar. En það kemur alltaf á óvart hvað margir að lifa rappers lifestyle. 80% af þjóðinu eða eitthvað. Ádjóks, fyrir sund. Það alltaf fucking endrastu lið. Hvað er þetta lið að gera? Ég fór í ræktina í dag. Og það sko uppbókað í allar workclass, alltaf. Bara endalaust. Tjekka á þessu, það er eitt sem að vinna með mér. Hann skráði sér ræktina, komst ekki af einhver ástöðu. Já. Og hann komin á svona svartan lista. Mátti ekki beila. Hvað, þú veist, maður ekki bara, hey, workclass, borgaði þá peningi minn tilbaka? Nei, veistu hvað, ég var að gefa þeim eitt, sko. Ég er alltaf workclass maður. Ég líka. Dýrkaðu class. Búin að vera styrkjaði hérna í COVID eins og motherfucker. Þeir stoppuðu ekkert að rukka mig. Nei, og farið þetta tilbaka. Það svona. Ég held að þetta hafi verið þannig að... Ég hef ekki fengið hérna en ertu með áskort? Ef þú átti til dæmis bara 3 mánaða kort, þá var það bara fært. Nei, þú veist, ég borga bara mánaðarlega, skilur. Já, ég er að segja, ef þú væri bara með, ef þú hefði bara verið með 3 mánaða kort, til dæmis, þá er ég nokkuð vissum að því eins og ég fór í ræktina og ég sagði, heyrðu, þar er ekki eitthvað endur nýja kortið mitt. Og hún sagði, nei, ef þú átti kort, þá basically endur nýjast það núna. Ok, en ef ég kem, heyrðu, ég er að mæta núna í fyrst skipti í 8 mánuði, ég er samt búin að borga fyrir all 8. Getið þið gert eitthvað í því? Nei, þá er náttúrulega, þú veist, í fyrsta lagi smá þér að kenna. Smá mér að kenna. Var það ekki bara 100% COVID að kenna? Lokuðu ræktinni? En to be fair, það var ég hættur að mæta á því. Já, og líka þú mættir ekki í júlí, heldur, þegar það var opið og þegar það var ekki COVID, þá mættir það ekki. En allavega, hvert var ég komin? Þú varst að tala með þetta workclass? Ég var fyrst með rössi, sko, ég ætla að klára það og þú varst að tala um eitthvað að leigja. Já, á kvöldin, annarkvort, og við erum að tala um rappers lifestyle, hvað eru margir? Já, hvað eru margir allstaðar, bara alltaf allstaðar og það fríkar mig eiginlega út, sko, en það sem ég ætla að segja, ég leiði einu svona leikumsal. Já. Ég leiði svona 5-leikasal og við vorum eitthvað, þú veist, 11 saman eða eitthvað og ertu lost in your phone? Nei, ég hlusta, 11 saman Við vorum 11 saman sem leiði svona sal og ég var bara, með eitthvað gegn drauma og ég ætla að fara að gera þetta og þetta síðan, ég er ekki að tjóka, hefurðu prófað að hreyfa þig bara eftir að vera strítur? Þú veist, já, en þú veist, ertu að tala um eitthvað að hoppa og skoppa? Þú ert bara búin eftir sekundubrót og þeir eru bara illt í öllum, bara í stöðum sem þú vissir ekki að vera til. Þess að þeir fóru að skeyta daginn, mér var illt. Var með harspörur bara? Var ég með harspörur? Ég var með harspörur, ég fann vöðva. Helgina fann ég vöðva, ég var alveg, wow, ég sagði, what? Er þetta heelflip vöðvin? Já, nose manual ándjóks, bara, ég var alveg, what? Hvað vöðum við þetta? Hvað er nose manual vöðvin? Er það á ristinni þinni? Nose manual vöðvin þegar þú adjustar aftar löppina og far streng frá nára og einhvern veginn út í bein. Hvað var þetta nose manual alveg mikið? Ógeðslega motherfucking mikið. Herru, síðan eitt annað, síðan fór ég í ræktina. Rappers lifestyle og allt það dæmi og þetta var bókstæla bara áður ég kom hingað ég fór ræktina og var að lifta og ég skil alveg að þurfa að vera reglu núna en ég labbaði inn og eftir smástund kemur gaur með spritbrúsa og hanglaði og svona hendir í mig hann var basically að segja, yo, you bum af hverju tókst ekki fucking spritbrúsa og hanglaði þegar þú labbaðir inn eins og átti að gera ég skammaðist mín fekk COVID shame síðan var tímabúin, ég var reikin út það er bara 50 mínútur sem maður fær það er bara up, chop, chop sem ég skil alveg, þegar með bara 20 manns inn í einu og þeir eru bara rótræð 20 manns í risa gymmi bara? Já, nema eins og gymmi sem ég fór í áðan það er nýtt gym út í Vassmýrin þetta er íslenskri erfðagreiningu þar og það er þannig, þeir get ekki svæðaskipti þannig að það eru bara 20 manns inn í einu með geggjað mér finnst það leiðilegt að ég segja frá því af því að ég vil helst ekki að fólk fara og tækja plássið
en eins og út á Nesi, þú veist, þá eru 20 manns uppi, 20 manns á einu svæði og það eru 3 holl í raun og veru. Þannig að ef kannski einn bara á hlaupabrettinu, bara í 50 mínútur. Já, það er sko, þú skráir þið inn á námskeið. Viltu handlóð? Hvaða kíló? Nei, þú þarft ekki að segja, ég fá einna 12, 16. Nei, hlusta, þú skráir þið annarkvort á þolsvæði eða styrtarsvæði eða styrtarsvæði C. En teygjusvæði. Nei. Þú veist það, varst ekki skráð síðan getur alveg farið í pottinu og eitthvað eftir á þar með, bæði vei, það þurfa allir að skráða sig svona inn síðan fara bara allir og fara með sár í heitapottin og sári flýtur og allir að kingi sárum. Já, en kóðið ekki dreifist ekki gegnum sár. Nei, það er svona viðbjöður það er svona alveg ógeðslega mikill viðbjöður sem á þessi stað. Ég stundi ekki eitthvað að fara í sund og pott með eitthvað ókunnugu liði, sko, en Ég fyrir sund næst í daglega. Já, ok. Mér finnst það alveg gengsta, skilurðu, en ég... Það er ekkert gengsta við það. Nei, ég veit það, ég var að vera næs. Það var næs? Já, þú veist, ég fyrir bara í sundbæsli í útlöndum. Já, mér finnst það bara næs. Ég veist ekki, það er svo margt, mér finnst bara... Er ekki fólk pirrandi í sundi? Hvernig? Kottum reyndu að taka dæmi, ok, þetta er náttúrulega, já, kottum með það, hvað er fucking pirrandi við sund? Sko, nefndu nokkuð bara 5 hluti sem... Gæi sem stendur á bakkanum aðeins og lengi. Drullaður Hvernig er það fucking pirrandi? Hvað er hann að gera það? Það er að horfa á hann. Og það ég bara er svona, hvað, þú veist, var hann að borga sér í sund til að standa á bakkanum? Já, ok, býtu, annað, sundbuxur. Hvað? Ok, hvað er það? Sundbuxur hvað? Sundbuxur eru svo, það er ekki töff, skilur mig. Mér finnst það aldrei töff. Það var alltaf einhvern svona gaur, þú veist, mér finnst alltaf eins og líka að sundbuxur séu svona, já, þú veist, þegar pabbiðina hættir að fara í sund á fullu, þá lætur hann að þið fór sundbuxunar. Og þetta er alltaf svona pastellitir og svo stóð gæinn þarna. Stóð gæinn, ég elska að þú veist, basically, allt sem þú veist að segja er byggt á okkur einni reynslu, á okkur einu gaur sem stóð of lengi í okkur pastelfokkibuxum í sundi. Ég sá hann, tjekka á þessu, ég var í sundið þarna, fór í sundið í klukkutíma eða eitthvað og ég sá aldrei gaurinn onin einstaðar. Nei. Og það fer þetta ekki til töðuna, þetta er svo að fara í bíó og þú ert bara að horfa á gaurinn við hliðina. Ertu að meina þetta að sé að fara í bíó og einn gaurinn situr ok, veistu hvað myndi fokka mér upp? Ef ég myndi að fara í bíó og einn gaurinn hann væri bara á hnjánum öfugt í sætinu að horfa upp í myndarflun. Já, og svo þú bara, og það er þeim á ekki finnst neitt pirrandi, þú átt bara að reyna að horfa myndin og með það. Hvað, átt ég bara að fara að synda eitthvað baksund? En var ekki gaurinn bara nýbúin í kaldapottinum? Nei, það er mitt að finna við það. Þú bara nefnir 2 hluti, sorry. Ég verð að heyra 3 hluti í viðbót sem tengjast svona almenningssundi heldur að geta verið pirrandi við sund. Mér finnst líka, ég er ekki að fíla væpið að vera geðveikt margir sturtu saman. Mér finnst það skrítið. Hvað finnst þið skrítið það? Ertu amerískur? Nei, þú veist, þetta er ekkert endilega þessi sperætur, þú veist, og skilurðu, standi ekki undir mér, en hvað, þú veist, hvað er að vera með eitthvað svona skilrúm? Er það bara, er það léleg hugmynd? Nei, ég dýrka, veistu hvað, minnst þetta einmitt vera munurinn sem ég dýrka, þetta sem ég fóð með amerískum vinum mínum með sund. Já. Og hann eitthvað var mættur í skílinn og ég sagði, gaur, we don't roll like that. Ég sagði ég sagði voru að fara úr skil, ég nenni ekki að leika, ég er svo lélur að leika kana. Ég sagði bara, hvað sagði ég? You have to take off your swimsuit, sagði ég. Var hann bara eitthvað, man? Nei, hann var hann trýtaði, hann var bara, nei, þú veist, mér finnst bara að geta skrítið að vera á tippinu með ykkur. Já, þú veist, það er líka skrítið. Við erum bara að venja okkur á föt. Nei, það er ekki skrítið, já, við erum bara að venja, það er ekki skrítið þegar maður gerir það skrítið. Þetta er bara, þetta er fucking líkamar. Þetta er líkamar. Þetta er ekki, þú veist, þetta er eins og þegar ég var yngri og fór svona hróaskjöldu, hlustu á þetta, og ég ætla að, það var svona sameiginlega sturtur og ég var ógeðslega spenntur fyrir því, eitthvað svona, ok, förum í sameiginlega sturtunar og tjekkum á einhverjum píum og allir að píkunum. Já, var það bara non-gender-based, bara allir saman. Það var líka, á bæði, þú gast verið kalla sturtu, eða hvernig sturtu, eða saman.
ekkert kynferðslegt við þetta shit, skilur, það ekkert, þetta Ég ekki að tala með þessi hættur að eitthvað ríði mér, skilur. Nei, þú veist, hljóma til þannig, eins og Gauðin, hann var bara, mér finnst þetta hljóma, þegar hann var komin í skílinu, hann var alltaf bara, nei, ég ætlar ekki að fara á skílinu, hann eitthvað, nei, ég ætla að fara að láta ríða mér hér. Hvað mennur þau, skilur, hvað ertu hrættur við? Ertu hrættur við að menn stari á tillana? Nei, við skulum hafa það í huga að finnast eitthvað óþægilegt ekki alveg að sama að vera hrættur við eitthvað. Ég ekkert hrættur líf mitt í ykkur sturtum. Þetta meira bara... Ég skil alveg ef fólk spérhrætt, skilur. Já, en þetta ekki alveg það. Þetta bara svona, það eru nokkur hlutir sem mann verður verða. Ég dýrka bara stemminguna, þó að mér finnst það ekki næs. Ég dýrka bara, það er bara eitthvað gamall kall, hann bara með löppina upp á okkur. Og hann vandar sér svo mikið. Hann er með löppina upp á svona trébekk og hann er bara að þurrka pungin. Já, og vandar sér líka. Já, hann vandar sér, auðvitað, viltu að gamalmenni fá okkur að sveppa sig á pungin, skilur. Frekar hann að vanda sér frám mig. Já, en þú veist, máli þú gerðir það að fyrir fram að þig með því að fara að stara á fókin, þú veist, þú getur alveg farð þú bara farð þú bara inn á bað en þetta allt baðið bara fyrir alla, af hverju pissu ekki bara saman til hvers lokuðu við kúku í Vesturbæjarlauginni, ég skil samtalið, já, ég skil þetta er basically það, bara hluti sem ég þarf að gera má ég gera það bara í næri já, en eins og fer í Vesturbæjarlaugina, þar eru skilrúm á milli. Það er líka bara Vesturbærin, skilur við, hann er greinilega vel efnaður. Það eru ok, en nei, veistu það böggar mig ekkert í Sundi, ég man ekki eftir neinu, sko. Böggaði ekki neitt í Sundi? Mér er bara pirrandi að, þú veist, bara talaði fólki af afgreiðslunni. Já, eitthvað, maður bara, ok, reyna að fara í Sund hérna? Já, ok, kostar þetta hér? Þetta meira fólk sem bara er að vinna vinnuna sína og er að hleypa þér inn. Já, fólk sem það er að díla við ekki mikið að litlum börnum, maður fyrir Sund svo dílaði við að ég kem eitthvað góðan daginn ég segi hvað viðmótið mitt, ég fer alltaf út á Nes, ég segi góðan daginn, þeir segja góðan daginn herra. Já, þú ert búin Nesi, ég er að tala Breiðholtslu góðan daginn, já ég er þetta sko ég fór í það er sko ég hef gaman að fara í mismunandi sundlögar og mismunandi gym og sko Breiðholts gymmið er bara ghetto. Það er bara, þú veist... Mér er gymmið að geggjað. Þú fer bara hann til þess að taka stera og lifta mjög þungur. Þar eru fleiri tattoo, öðruvísi tattoo. Og vítlið fyrir utan líka. Og líka, þetta er bara, þú ert í fellunum einhvern veginn, sko það er sameinlegur klefi fyrir Sundið og ræktina. Sem er geðveikt dót. En sundlaugin er næs. Ég fíla sundlaugina. Ég fíla gymmin líka. Það er ekki hægt að lýsa þessu eiginlega nema og sért úr Breiðholtinu. Það er öðru stemming að það. Þú finnur alveg, ef þú ert bara vanur á Nesinu. Menn eru að borða egg og reykja síkó fyrir utan. Já, og í gallabuxum í ræktinni, sko. Já, þeir eru, það er bara, það er eitt harsóð egg, bara Winston stundum Fine White í einhverju öðru og síðan eru menn bara að lifta menn koma hana til að lifta. Gangstastæl. Má ég koma inn á eitt alveg separate topic sem er gett heitt í umræðinni. Hefur þið eitthvað kynntir það sem þessi Reddit-gaurar voru að gera á Wall Street? Sko, nú ætlum ég þetta er sama og þetta er margir vinir mínir að tala um þetta á social media sem er bara það að reyna að skilja skortstöðu fyrirtækis án þess að vera með neitt skilning fyrir fjármálum er bara það sem ég er að upplifa. En þú ert ekki með neitt skilning af fjármálum út af þetta meikar ekkert sens. Þetta er dót. Þú veist, fattar þau hvað var að gera svona í grófum dráttum? Já, veistu, ég get... Gætur þau sagt mér frá því? Ég get sagt, í raun og veru náttúrulega, og mér erstu ekki þurfa að vita það, skilur mig. Nei, ég veit út á hvað máli snýst. Má ég heyra hvað þú heldur að máli snýst? Og það mér finnst það mjög áhugavert og þú veist, mér finnst þetta alveg big fuck you. Fyrirtæki sem er að fara á hausinn, eða þú veist, út á við,
kemur rúmor að fyrirtæki sé að fara á hausinn, þannig að það eru gaurar sem ætla að kaupa upp allt dæmið, að taka skortstöðu sem að fá lánaðan hlut og selja hann í raun og veru ok, ef við setjum upp í dæmi að þá þetta þannig að þú lána mér tölvuleik sem að kostar 10 dali út í búð nema ég fæ lánaðan tölvuleikin hjá þér og kaupi síðan annan töluleik á $5 sel hann á 10 og læti fá mismun Make sense það sem ég var að segja sko já, það make alveg sens en það make ekki sens í þessu sammingi sko, því að þú veist, það sem að Wall Street gæjar að gera, eins og ég skýri það er að veðja á hvort að fyrirtæki hækki eða lækki að verðbréfin þeirra, eða þess að hlutabréfin hækki eða lækki, eða þess að verðbréfin og ástæðan fyrir ég með endurskoðanda og bókara er bara að þegar ég fer að hugsa svona mál það fæ ég hausverk. Já, ég veit það, en leið mér að gefa það smá hausverk. Og dót sem ég var með þess að núna að reyna að útskýra fyrir þér er bara, heilin á mér fór bara, ég fer í blackout. Ég sést, ertu ekki að tala að gæinn sem ætlaði að fá $10, fekk bara $5 en virtist gett ánægð með það? Já, það var ekki alveg það sem var að gerast. Málið er að Wall Street gæjar hafa verið að gera þetta og það er alveg svona frægasta dæmi þetta. Þú veist að við getum ekki klippt á þér. En frægasta dæmi þetta er Michael Burry. Það er gæi sem veðjaði gegn the housing market í Bandaríkjunum. Er að hrynja það þér? Já, allt er góð, ég laði þetta. Já, hann veðjaði að húsnæðismarkaðurinn í Bandaríkjunum myndi fara á hausinn. Og hann gerði það í kreppunni og hann græddi endalaust á það. Þannig að þeir voru hálfpartinn að búa til pening. Hann var ekkert að framleiða neitt eitthvað. Hann var bara að veðja að þessi verðbréf myndi bara hrynja. Og Reddit userar, það er eitthvað svona subreddit sem heitir Wall Street Bets eða eitthvað slíkt, voru komnir á spori með það að gaurarnir voru að reyna að shorta stokkin hjá GameStop. Voru búin að veðja á það að GameStop myndi falla, alveg hrynja í verðmætum. En það sem að Reddit-gaurarnir gera er að þeir kaupa fullt af hlutabréfum í GameStop þannig að það hrynur ekki og það fyrir upp og þannig að hedgefundir sem sá veðmálið, húsið, tapaði $40 billion yfir nóttu og það var bara einhver gæi á Reddit sem að græddi bara 4 milljarða á 12 tímum út af þessu. Og þeir eru búin að heyra að eins og þessu Wall Street gæi vinna að þeir fara bara í fréttirnar, koma með hræðislu áróður varðandi einhver fyrirtæki allir selja í einhverju paniki og þá hríðfellur þetta og þá græða þeir út að þeir veðjuð á þetta myndi hríðfall. Þannig að, en aðalmáli, er að þegar að gæjarnir, þegar kemst upp þetta, að þeir eru sem sagt að kaupa á fullu og hlutabrifin er ekkert að fara niður, að þá sem sagt stoppar bara basically yfirvöldin eða trading appið sem verður að trade í gegnum er setja stoppa, þú getur hvorki keypt nýja selt GameStop, þannig að þeir stoppuðu þetta bara. Fattar ekki hvað er í gangi að milljarðamæringarnir með að græða eins og vilja Wall Street en svo þegar einhver internetgauður einhver Reddit-gæjar reyna að gera, þá er bara sett stopp, þá er þetta bannað. En þeir græddu samt. Já, en það er núna settu þeir FBI í málið og maður er bara svona, þetta er nákvæmlega sama að vera að gerast. Þessu gauður er að gera. Já, bara er að gerast. Og, þú veist, ég alltaf er pínur svona conspiracy ég fekk sko heila blóðfall þegar ég var að reyna að skilja þetta. Já, veistu, bara ég var í raun og veru að reyna að útskýra fyrir þér bara, þetta var sko shortað neyri bara eitthvað mím þetta sem ég var að segja með töluleikin en ég skil í grunninn hvað gerðist. Þetta er bara að geta, ég myndi að veðja á körfuboltaleik en þú getur ráðið niðurstöðun, það ætti að vera að banna. Já, auðvitað ætti að vera banna, það fullt af siðlausum hlutum sem eiga sér stað sem að er bara ómögulegt að skilja og þú veist, ég veit ekki, ég fatt ekki í grunninn hvort að Wall Street bad, Reddit good, skilur mig. Já, ég meina það hlýtur að vera, maður heldur aldrei með einhverjum gauðurum sem eru bara að græða milljarði á því að einhverju gangi illa, skilur, maður getur ekki, það er svo siðlaust. Það er líka alveg skuggulegt kerfi að, mér var skott dæmi að koma, ég myndi að veðja á körfuboltaleik sem þjálfari körfuboltaliðsins, skilur, þú getur bara sagt hei, neina klúra 3 stig. En hvað er þetta GameStop í grunn, sko, því minnst það ekkert. GameStop er bara GameStöðin. Þetta er bara sena, þetta er bara eitthvað lið sem er að selja í raun og veru töluleiki. Já, þeir voru náttúrulega fyrst þess að koma með konceptið að skila nótum töluleikjum og þeir endurseldu þá.
Þetta er risa keðja meira minna út allan heimildi, ég held þessi GameStop alveg bara í Skandinavíu líka sko. En þeir eru náttúrulega að hrynja núna. En þú veist, síðan fer þetta í gang, en þetta í raun og veru samt hlýtur bara fokka í þeim, skilur. Já, þetta fyrirtæki á að hrynja. Já, ég er að segja, núna er bara eitthvað fake tölur, bara eitthvað, þetta er búið að hækka sem, veit hvað mikla prósentu, en það er ekki innistæða baka í raun og veru. Það er bara eitthvað bullshit. Já, það er það sem er að gerast, já. En málið er það ekki líka bara alltaf að gerast, skilur mig? Ég veit ekki, kannski ekki á, ekki svona á svona plönuðu leveli, skilur við? Nei, kannski ekki. Ekki svona plönuðu leveli, en þú veist, erum við ekki að fara að horfa núna bara okkur hrínu af þessu að gerast? Þú veist, jú, en það sem ég er alltaf vonað er að þeir breyti bara þessu fyrirkomulega á Wall Street og fólk fari bara meira, þú veist, bara búa til eitthvað ekta stöf. Þú veist, af hverju heldur að Elon Musk sé orðinn ríkasti gæi í heiminum? Það er ekkert að hann er svo góður að fjárfesta eins og Warren Buffett, skilur mig. Það er bara þannig að búa til stöf sem er fokkin verðmætt fyrir mannkynið, skilur. Þá er hann velunaði fyrir það. Við eigum ekki að vera veluna eitthvað svona plebbaskap, skilur mig. Þú bara græða pening. Menn að græða peninga því, veist, á engu í raun og veru. Ég er alveg sammálaður, auðvitað, og þetta er í raun og veru, veist, er þetta ekki bara grunnurinn á því af hverju frjálst hagkerfi fer alltaf í fokk, skilur, það verða að vera eitthvað reglur, það verða, að því ég veit að þú trúir ótrúlega mikið á bara hinn frjálsasta markað, skilur, en þú ert það samt ekki, að því þú ert núna basically að segja, þú vilt hafa reglur og þak og að menn geti ekki gert hvað segja vilja. Nei, ég vil bara sömu reglur gilda fyrir alla. Þarna eru reglur fyrir Reddit-gaurana en ekki Wall Street-gæðina. Já, ég veit hvað meinar, en þú veist, hvort myndur vilja að þetta var alveg opið. Eða, þú veist, í þessu tilfelli... Væri til að allir geti gert þetta bara? Ég væri til að engi geti gert þetta? Ég væri til að engi geti gert þetta. Nei. Mér finnst eitthvað off við það að veðja á að eitthvað fyrirtæki fara á hausinn og geta síðan mætt í fréttir og vera drullegu fyrirtæki og búið til hæðstu áraður. Þú veist, mér finnst það fucked up. Þannig að mér finnst þess að ættir ekki að veðja á að eitthvað fyrirtæki fyrir upp eða niður. Veistu hvernig mér líður núna að tala um þetta? Nákvæmlega eins og þeir hoppa á trampolínu. Varstu bara eitthvað, það drepast bara inn í líkamanum. Þegar líkaminn bara, þegar líkaminn hrundi saman. Ég ætla að fara heim og lesa þess skortstöðu, kem fresh back at it. Já, tjekka það. Herri, motherfuckers, takk fyrir að hlusta okkur, takk fyrir að hlusta podcastalan, þið sendi kannski Arnari hlýja kveðir sem er með harkalega drullu heima, mikið niðurgang og Finn tími á nú, sko. Já, alveg svona þannig niðurgang að hann þyrfti að tala við lækni, er búin að tala við lækni og er að læknisráði heima. Hann jafna sig maður. Já, það kemur. Shoutout á okkur. Munið að taka mig, Arnar No Face. Fylgi okkur á Instagram, fylgi okkur á öllu social media, subscribe, like, love, deilið svo áfram. Takk fyrir okkur. Peace! Herra, subscribe-ið fyrir okkur, skilur við, fyrir okkur, gera fyrir börnin.